Reykjavíkurborgar líffræðilega fjölbreytni, samanber 14. lið fundargerðar borgarráðs frá 17. desember og til máls tekur borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, frú forseti. Ég ætla að byrja þetta á tilvitnun með leyfi. Reykjavík borg umvafin náttúru, svipmiklu landslagi þar sem fjöll mæta hafi við sjóndeildarhring, merkilegum jarðmyndum, allt frá hraungígum til heitra lauga og síðast en ekki síst fjölbreytilegu lífríki bæði í sjó og landi. Innan borgarmarkana ótal mörg, ólík og mikilvæg vistkerfi sem heimkynni margvíslegra lífvera. Upprunaleg og oft lítið spillt vistkerfi eins og þangfjörur, leirur, flæðamýrar, straumharðar lindár, stöðuvötn, lyngmóar, melar og birkiskógar sem einkenna íslenska náttúru þar á meðal, en hin mannmótuðu svæði einnig búsvæði lífvera, grónir almenningsgarðar og kirkjugarðar, grös og tún, set, tjarnir, bryggjur, stéttar og jafnvel húsþök. Allstaðar finnur lífríki sér samastað, saman myndar þetta sérstað og einstaklega fjölbreytta heild sem hin líffræðilega fjölbreytni Reykjavíkur. Svona hefst inngangur að stefnu stefnu Reykjavíkurborgar líffræðilega fjölbreytni og sú stefna var til umfjöllunar og samþykkt í umhverfis- og skipulagsráði 11. nóvember á síðasta ári, en hún á rætur sínar að rekja til heilmikillar vinnu sem fór fram árið þar áður, og nú ætla ég að fá að víkja úr ræðupúlti og ná í blað sem ég glemdi á borðinu mínu. Við afsaka þetta. En þetta var sem sagt á fundi umhverfis- og skipulagsráðs Reykjavíkur 2. apríl 2014 og þá var samþykkt að unnið skyldi að mótun stefnu líffræðilega fjölbreytni og það var samþykkt og í kjölfar þess lögð fram tillaga, það var lögð í rauninni fram sérstök skýrsla sem umhverfis- og skipulagssvið vann málefnið. Og á þessu fundi þá var skipaður stýrihópur kjörinna fulltrúa með fulltrúum flestra flokka, en þessi hópur náði reyndar ekki að hittast fyrir sveitarstjórnarkosningar 2014. En hvað það í þessum hópi, það rétt að geta þess, sátu Magnea Guðmundsdóttir, fulltrúi Bjartrar framtíðar, Gísli Garðarsson, fulltrúi Vinstri-hreyfingarinnar Græns framboðs, Sigurborg Ó. Haraldsdóttir, fulltrúi Pírata, Herdís Anna Þorvaldsdóttir, fulltrúi Sjálfstæðisflokks og Sigurður Ingi Jónsson, fulltrúi Framsóknarflokksins og Flugvallarvina. Og þetta unnu embættismenn að þessu með hinum kjörnu fulltrúum og Dr. Snorri Sigurðsson, verkefnastjóri á deild náttúru og garða hjá umhverfis- og skipulagssviði var starfsmaður hópsins og ég held að það sé engan halla þó að honum sé kannski þakkuð þessi stefna framar öllum öðrum. En þetta mun vera fyrsta heildstæða stefnan sem höfuðborg á Norðurlöndunum setur sér og hún hefur verið samþykkt af hálfu ráðsins. En aðgerðaráætlun sem miðar sérstaklega við árin 2016 til 2001, hún í áframhaldandi vinnu hjá umhverfis- og skipulagssviði. Nú ég hvet allir þessi stefna hefur reyndar verið kynnt, ef ég man rétt, í borgarráði, þannig að ég gerir ráð fyrir því að margir hér inni þekki hana, en þetta mjög skemmtileg skýrsla að lesa og kemur í ljós sem kannski virðist ekki alveg augljóst á svona dimmum og snjóþungum vetradögum
að Reykjavík stóran hluta ársins iðandi lífi, ótrúlega fjölbreytt fuglalíf og alls kyns lífverur eru hér spriklandi. Því oft haldið fram að Reykjavík sé eina höfuðborgin í heimi það sem sé frábær laxveiði á sem renn í gegnum miðja borgina. Og ég ætla ekki að hafa þessi orð mikið lengri en það kannski rétt að nema staðar við þá pælingu að við erum vön að líta einhvern veginn á hið manngerða og það sem að náttúran sjálf býr til sem einhvers konar andstæður, en auðvitað ekki svo. Maðurinn hluti af náttúrunni og náttúran býr í manninum, þannig að allt fléttast þetta saman. Og þetta fléttast saman líka í borginni Reykjavík. Það vill svo vel til að Reykjavík alla jafna mjög græn borg, hún kannski dálítið hvít þessa mánuði, en hér mikið af grænum svæðum sem að fela í sér alls kyns líf. Og eitt af verkefnunum sem að eru framundan eru kannski að hlúa að og styrkja lífverur á þessum grænu svæðum borgarinnar. Og allt það rímar líka ágætlega saman við ákveðin markmið í loftslagsmálum og alþjóðlegu átaki sem að margir þekkja sem að í því að styrkja líffræðilega fjölbreytni í löndum, borgum og bæjum. Það var borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson lokið máli sínu og borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég nú kannski að fara að segja bara dálítið mikið það sama á borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson, en þú kona. Góð vísa verður varla of oft kveðin. Talandi konur, í kynjafræðum og femínískum umræðum kemur oft upp spurningin það hvað sé okkur eðlilegt og hvernig við séum frá náttúrunnar hendi. Hvort það sé eðlismunur á kynjunum, hvort að stelpur og strákar hafi ólík áhugamál frá náttúrunnar hendi og svo framvegis. Þær umræður snúast þó yfirleitt fljótt upp í það hvað sé náttúrulegt yfir höfuð og hvað sé okkur eðlislegt yfir höfuð í samfélagi þar sem við borðum með hnífapörum, keyrum bíla og kúkum í klósett. Staðreyndin sú að við höfum fjarlægst náttúruna nógu mikið til að kenna 2 ára börnum að nota kopp, bleik og blá leikföng eru ótengd náttúruvali og nauðgun verður ekki réttlætt með stjórnlausri eða óhemjandi kynhvöt. Það sem einu sinni þótti náttúrulegt það ekki lengur og það algjör óþarfi að réttlæta eða viðhalda kynjamisrétti með vísan til einhvers sem við höfum yfirstigið eða fjarlægst fyrir lifandi slöngu. Við manneskjurnar af öllum kynjum og í öllum okkar fjölbreytileika erum vissulega hluti af náttúrunni en við höfum aðlagað hana að okkar þörfum og vilja. Það hefur haft kosti og galla í för með sér, bætt lífsskilyrði okkar og tækifæri, en það okkar og alls ekki víst að okkur takist að tryggja að okkar aðlögun náttúrunnar á okkur hafi ekki hamlandi áhrif á lífsskilyrði og tækifæri afkomenda okkar eða annarra tegunda í heiminum. Til viðbótar við hnífapör og klósett og bíla og allt hitt höfum við nefnilega byggt hús og lagt vegi og skipulagt borgir. Við búum í Reykjavík, lítilli borg sem eins og segir í stefnunni með leyfi forseta, rauninni sama tilvitnun og Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi vitnaði í. Við erum umvafin náttúru, svipmiklu landslagi þar sem fjöll mæta hafið við sjóndeildarhring, merkilegum jarðmyndunum og fjölbreytilegu lífríki bæði í sjó og á landi. Borgin orðin hluti af náttúrunni þó hún sé ekki náttúrulega eða sjálfsprottin og í anda sjálfbærrar þróunar þurfum við að tryggja að hún hafi ekki óafturkræf áhrif á umhverfi og náttúru til framtíðar. Við þurfum þannig að huga að fjölda þátta. Við þurfum að reyna að koma í veg fyrir að við röskum landi og búsvæðum óþarflega.
Við þurfum að halda útblæstri gróðurhúsalofttegunda í algjöru lágmarki og síðast en ekki síst þurfum við að tryggja að líffræðilegur fjölbreytileiki haldist sem mestur þrátt fyrir inngrip okkar í þessi náttúrulegu ferli. Það er nefnilega þannig að án þess að hverli að mér að gera lítið úr því að vernda óraskaða náttúru, að þá er náttúruvernd í og við þéttbýli og umhverfisvernd í manngerðu umhverfi ekki síður mikilvægt viðfangsefni. Eins og bent hefur verið á hér í fyrri ræðum eða í ræðu Hjálmars Sveinssonar, borgarfulltrúa, þá er fjöldi ólíkra vistkerfa innan borgarinnar og ólíku vistkerfin innan borgarinnar eru forsenda sjálfbærrar þróunar eins og öll vistkerfin í heiminum. Hvert og eitt þeirra hefur sjálfstætt gildi fyrir framtíð jarðarinnar og er algjörlega í rauninni óháð nútíma þörfum okkar mannanna. Við þurfum sem sagt að vernda fjölbreytileikann bæði vegna bara framtíðar jarðarinnar sem slíkrar en líka vegna þess að þau hafa mikilvæg gildi fyrir okkur í samtímanum. Þau þjónusta okkur í þessu daglega lífi sem við lifum með ólíkum hætti og við þurfum að tryggja að þau muni áfram gera það. Líffræðilegur fjölbreytileiki er þannig hvorki áhugamál né gæluverkefni, ekki frekar en þétting byggðar, orkuskipti í samgöngum eða breyttir neyslu og samgönguhættir. Okkur ber skylda til þess að gera allt sem í okkar valdi stendur og þessi stefnumörkun er stórt og mikilvægt skref. Einföld markmið og sem ættu í rauninni að vera sjálfsögð að greina og skrá upplýsingar líffræðilega fjölbreytni í Reykjavík, að styrkja stöðu fjölbreytninnar, að vinna gegn ógnum gagnvart fjölbreytninni, fræða og auka meðvitund fólks mikilvægi líffræðilegar fjölbreytni og tryggja að það sé að mikilvægi líffræðilegar fjölbreytni sé virt í allri okkar starfsemi. Þetta verkefni, þessi stefnumörkun og þær aðgerðir sem þurfa að fylgja í kjölfarið eru nátengd öðrum þeim verkefnum sem að lúta að ábyrgari og umhverfisvænni lifnaðarháttum. Reykjavíkurborg getur sem stjórnvald, sem veitandi þjónustu, sem atvinnurekandi og sem samstarfsaðili haft umtalsverð áhrif og næst á dagskrá er að gera aðgerðaráætlun til þess að fylgja þeim stefnumiðum sem að hér hafa komið fram eftir. Með því að vera fyrsta höfuðborg Norðurlandanna til að vinna stefnu líffræðilegan fjölbreytileika erum við þegar orðin að fyrirmynd og þegar aðgerðaráætlunin lítur dagsins ljós munum við aldeilis verða öðrum sveitarfélögum og öðrum borgum hvatning í sömu átt. Ég vil því enda mál mitt á að þakka starfshópnum, Snorra Sigurðssyni og öðru starfsfólki umhverfis- og skipulagssviðs sem komið að vinnunni fyrir þeirra framlag, enda hefur þessi vinna verið umtalsverð. Hún hefur skilað góðri stefnu sem mun nýtast okkur öllum hér í Reykjavík og allan heim. Takk fyrir það. Það er borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson. Forseti, borgarstjórn, ég vil jafnframt þakka fyrir þessa mjög svo áhugaverðu stefnu sem sett hefur verið saman og þakka Snorra fyrir hans framlag og öðrum sem að í þessum verkefnahópi sátu og það kannski fyrst og fremst ánægjuefni að þetta er ákveðin upphafsstaða. Þetta er ákveðin upphafspunktur í þessari vinnu því að vinna sem þessi verið ekki verið unnin áður. Og nú getum við svona séð hvert við erum að stefna með þessu og það er þetta mjög mikilvægt. Mér er það minnisstætt þegar lagt var skólpurur í gegnum Laugarnes að dælustöðinni sem er þarna fyrir framan Kirkjusand. Þá er það náttúrulega gríðarlega mikið rauðar lagt í gegnum Laugarnesið og votlendið þar. Og við veitum alltaf enginn að hafa áhrif á það með þessari framkvæmd. En það er eins og var til þess að votlendið eiginlega hvarf. Og enginn sá fyrir það að þarna myndi sem sagt skapast þessar aðstæður að jarðvegurinn þornaði upp, enda var skurðurinn gríðarlega djúpur og mikill sem að þarna var grafinn til að koma skólpurinu fyrir. Og ég man að ég minntist á þetta einhver tíma hér í borgarstjórn á sínum tíma og því var frekar fálega tekið og þótti nú heldur ómerkilegt svona að vera að ræða það. En síðan, þegar við vorum ekki fyrir löngu síðan að fjalla deiliskipulagsáætlun Hlíðarenda og fara yfir það með hvað hætti það byggist upp,
þá var með allt hætti tekið á því. Og þá var það aftur með tilliti til þess votlendis sem að þarna í Vatnsmýrinni og þá búskap Tjarnarinnar til þess að hafa ekki áhrif á það eða til að gæta því að það gerist ekki, enda þótt það hafi ekki verið nefnt sérstaklega, en þó svo það gerist ekki sem að gerðist í Laugarnesi og getur gerst mjög víða, að við förum að þurrka upp það votlendi sem við auðvitað viljum halda í. Það er mjög mikilvægt fyrir okkur. Ég minnist þess reyndar að því að það kom fram hérna að Reykjavíkurborg væri græn borg. Ég minnist þess að þegar komu hérna skipulagsstjórar Norðurlandana í heimsókn til Reykjavíkur og skoðuðu borgina og fóru upp í Breiðholt og fóru þar í svona útsýniskikk af bensínstöðinni upp í Breiðholti og þá voru þeir undrandi við því hversu græn Reykjavíkurborg er. Við höfum tilhneigingu til að líta Reykjavíkurborg svona sem eitthvað gráa borg og að hér sé ekki mikill gróður, en viðbrögð þeirra voru öll á hinn veginn, að hér væri mjög mikill gróður. Og það má kannski segja það að hér fyrr á árum að þá hefði mörgum þótt skrítið að það væru einhver ágengar tegundir í görðum borgarbúa sem yrði að fara að fella og vinna í því að henda, eins og kemur fram hér í skýrslunni sem tröllakvönnin til dæmis og kannski fleiri tegundir sem að í vinna geta valdið tjóni, geta brennt til dæmis börn sem áttu sig ekki á því að þetta eru hættulegar plöntur. En það er áhugavert að svona hefur nú svona afstaðan breyst og kannski án eftir að breytast heilmikið ennþá. Í heimsókn minni til Lundúna fyrir bara fáeinum árum að þá kom það mér mjög óvart að mæta refi þar á götu. Hann afskaplega fallegur refur, bara vappi götur borgarinnar og var að fara þar svona kvöldlægi inn í skemmtigarð og ég taldi auðvitað að þetta væri nú eitthvað sem að ég yrði að fara að spyrjast fyrir að því að eitthvað hefði nú gerst, kannski einhver refur sloppið úr búri eða eitthvað slíkt, en þeir sem að þekkja Lundúna betur en ég vita það að það er fullt af refum í Lundúnum og þeir eru að næturlagi í gorðunum og það sem Lundúnum búið að segja að þetta er svo prýðilegt því að refirnir þeir fækka íkornunum og lifa á þeim. Þannig að maður svona velti fyrir sig hvernig við myndum vinna og taka því að færa nú að skoppa hérna refurum í Reykjavíkurborg og hérna geða sér á kaninum eða músum eða kannski öndum. Ég held að við myndum nú kannski bregðast við því með þeim hætti að reyna að koma vekk fyrir að þeir komi inn í borgina, en engu að síður, kannski ekki, kannski myndum við akkurat vilja líða þetta með öðrum hætti. Ég var fyrir ekki löngu síðan á fyrirlestri hjá manni sem heitir Stuart Brand. Það var alveg ótrúlega flottur fyrirlesari. Hann skrifaði margar bækur, því að kannski kannast einhverju við þetta. Þetta er mikill náttúru sinni, mikill áhugamaður skipulagsmál og borgarþróun og annað slíkt. Og Stuart Brand, svona auðvitað kannski þann anda sem ég aðeins skynjaði í skýrslunni, af því að hann svona horfir á þetta meira kannski heildrænt, en hans afstaða var svo, hans kenning var svo að það er að þétting byggða og flutningur fólks til borga sem er náttúrulega viðvarandi eins og við þekkjum meira með alla síðustu öld og heldur áfram, að það kemur til með að auka lífríkið. Það er vegna þess að þegar að fólk flytur til borgarinnar og landbúnaður breytist, þá jafnframt þarf ekki jafn mikið land til þess að yrkja landið. Og þar með verður land sem áður var landbúnaðarland að villtu landi og verður að heimkynnum villtra dýra og þannig í heildina þó að kannski að borgin þéttist það mikið að dýrunum fækkar sem að ganga laus að þá sem sagt fjölgar, þá er ég aðalega við fugla, að þá fjölgar þeim annar staðar. Mér fannst þetta að vera mjög áhugavert og reyndar áhugavert að Stuart Brand er að vinna að því að endurvekja fuglategund sem er útdauð og það svona hringir svolítið bjöllum hjá okkur Íslendingum að því það er svokallað passenger pigeon sem að hann og fleiri menn og líffræðingar er að vinna að því að endurvekja en hún er útdauð árið 1900. Þannig að þetta svona aðeins klingi bjöllum og geirfuglinn kannski svona hjá sumum þar segja að þetta svona minnir svolítið á Jurassic Park að það er verið að nýta DNA úr dauðum lífverum og þetta er raunverulega að gerast. Þannig að ég
ætla nú ekki mikið að fjalla skýrsluna, mér finnst hún fallega orðuð, mér finnst hún vera góð að öllu leyti. Ég kannski segi þó, eins og ég held ég var nefnt í borgarráði, að mér finnst þetta ekki vera átak sem að sé fullnægjandi og mun ekki ná tilætluðum árangri nema höfuðborgin öll sé með, þessi höfuðborgarsvæði allt sé með, af því að auðvitað hvorki fuglinn né dýr þekkja borgarmörkin og við þurfum auðvitað að fara með sams konar vinnu inn í samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og kannski víðar, kannski að þetta ná sem víðast og þar með að tryggja raunverulega þann fjölbreytileika sem að við viljum ná með þessu. Þannig að kannski það næsta skref og hugsanlega eftir okkar fundi í borgarráði þar sem þetta var kynnt eins og borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson kom inn á og reyndar í umhverfis- og skipulagsráði líka, að kannski hefur þetta þegar verið orðað við bæjarstjóra annarra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Ég sem sagt ætla nú ekki að segja þetta mikið meira en þetta og ætla ekki að fara að lesa sérstaklega upp úr þessu. Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi fór svona yfir þetta alveg prýðilega og borgarfulltrúi kynna sér þetta væntanlega. En mér segir svo hugur að næsta skýrsla verði ennþá meira spennandi og að næstu skýrslur verði áhugaverðari af því að þær segja okkur hvort að við erum á réttri leið, ekki bara hvar við stöndum akkurat þessa stundum. En sem sagt, takk fyrir þetta. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur lokið máli sínu og þá Magnús Már Guðmundsson, borgarfulltrúi næstur á mælendaskrá. Frú forseti, Reykjavík iðar að lífi. Hér hefur við til umfjöllunar metnaðarfullt plagg og aðgerðaráætlun til næstu 5 ára. Við fyrstu sýn virtist mér viðfangsefnið líffræðileg fjölbreytni vera frekar sérhæft viðfangsefni á sviði umhverfismála en eins og segir í skýrslunni ljóst að tengsl líffræðilegs fjölbreytileika við stóra málaflokka innan borgarkerfisins eru mikilvæg og svo sannarlega til staðar. Það full ástæða til að þakka stýrihópnum sem kom að stefnumótuninni fyrir þessa góðu vinnu. Ég margs fróðari eftir lesturinn og bjartsýnn fyrir hönd borgarinnar. Í stefnunni fjallað loftslagsbreytingar á mannavöldum sem eins og við þekkjum ein mesta umhverfisógn sem mannkynið stendur sameiginlega frammi fyrir. Öfgafullt veður og hækkað sjávarborð ógna líffræðilegri fjölbreytni þar sem fyrir liggur að viðkvæm vistkerfi þola illa minni háttar breytingar. Á loftslagsráðstefnunni í París blésu ferskir vindar og gefur ráðstefnan og niðurstaða hennar góð fyrirheit breytta tíma, breytta hugsun og breyttan og betri heim. Ráðstefnan leiddi enn fremur í ljós að borgir og sveitarfélög eru komin talsvert lengra í baráttunni gegn loftslagsbreytingum heldur en helstu þjóðríki heims. Hlutverk borga því afar mikilvægt í þessu eins og svo mörgu öðru og þar með talið Reykjavík. Borgir hafa nefnilega í gegnum tíðina verið drifkraftur framfara og breytinga í sögunni. Þær geta gegnt mikilvægu hlutverki við að finna lausnir á helstu úrlausnarefnum samtímans og náinnar framtíðar. Reykjavík fyrsta höfuðborgin á Norðurlöndunum eins og fram hefur komið til að marka sér sérstaka stefnu líffræðilega fjölbreytni. Hnignun líffræðilegra fjölbreytni þannig eitt alvarlegasta umhverfisvandamál samtímans. Líkt og fram kemur í skýrslunni þá stafar því miður sú hnignun meðal annars af vexti og starfsemi borga. Helstu ógnir sem stafa að líffræðilegri fjölbreytni eru því óvíða eins sýnilegar og afdrifaríkar og í borgarlandslaginu þótt vissulega nái áhrifin oft lengra út í óspillta náttúru. En líkt og segir í skýrslunni þá má einnig finna innan borga heppileg tækifæri til að draga úr eða stemma stigu við þessum ógnum með ólíkum leiðum án þess að gengið sé á lífsgæði fólks með nokkrum hætti. Í kafla sem fjallar aðgerðir gegn helstu ógnum líffræðilegra fjölbreytni meðal annars fjallað vöktun á mögulegri mengun í fjörum og sjó og rifjað upp þær stórkostlegu umbætur sem ráðist var í tíð Reykjavíkurlistans þegar strandlengjan var hreinsuð og breytingar gerðar á skolpkerfi Reykjavíkurborgar þegar dælustöðvar við ströndina voru teknar í notkun, svo mjög dró úr skolpmengun umhverfis borgina. Einnig tala sérstaklega ágengar tegundur hvort sem í formi plantna eða dýra og nefnd dæmi plöntutegundir sem breiðast hratt út á kostnað innlendra plöntutegunda. Áhersla lögð á að fylgjast verði afar vel með útbreiðslu framandi dýra og plöntutegunda og meta mögulega ágengni þeirra og áhrif á þær tegundir sem fyrir
sem fyrir eru. Í skýrslunni er lagt til að þetta verði gert með því að kortleggja útbreiðslu þeirra og móta aðgerðir til að útrýma eða draga úr útbreiðslu ágengra tegunda. Fjallað er sérstaklega um aðgerðir gegn tröllakvönnum og þeim lýst sem tilkomi miklum skrautplöntum sem þó er bannað að flytja inn því að tröllakvönnum stafar vistfræðileg ógn því þær bola öðrum gróðri burt og líkt og borgarfulltrúinn Júlíus Vífill Ingvarsson kom inn á getur plöntusafinn við vissar aðstæður valdið alvarlegum brunaslysum á fólki. Þannig að kortlagning skiptir miklu máli og hefur í tilfelli þessara plantna verið ráðist í að fjarlæga slíkar plöntur í borgarlandinu þar sem leiksvæði og skólalóðir í forgangi. Eins og þetta dæmi sýnir þá skiptir heildarstefnan sem hér liggur fyrir miklu máli svo aðgerðirnar verði markvissar og áhrifameiri. Hér á fundinum liggja jafnframt fyrir drög að aðgerðaráætlun í þessum efnum fyrir árin 2016 til 2021 og ekki að sjá annað en að metnaðarfullt plan sé að ræða þar sem skilgreindir eru þeir ábyrgðaraðilar innan borgarkerfisins sem ábyrgð ber á tilteknum þáttum og verkefnum. Tek undir með borgarfulltrúa Júlíusi Vífli Ingvarssyni svona næstu skref væri fróðlegt og mikilvægt að taka upp á vettvangi samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Sem fyrr segir yðar Reykjavík á lífi og ég vil ítreka ánægju mína með þessa stefnumörkun. Plöggin lýsa miklu metnaði fyrir hönd Reykjavíkur á næstu árum. Leiðir frábært að upplifa kraftin og áhugann á málaflokknum og það frumkvæði sem hér stigið með samþykkt á stefnu borgarinnar líffræðilega fjölbreytni. Þeir eru fyrstu sem norræn höfuðborg setur sér. Magnús Már Guðmundsson borgarfulltrúi lokið máli sínu og þá er Greta Björg Egilsdóttir borgarfulltrúi næsta mælendaskrá. Forseti, kæri borgarstjórn, ég vil fá að taka þátt í þessari umræðu og byrja því að þakka þeim sem komu að vinnu stefnunnar fyrir vel unnin störf og eins og hér hefur komið fram þá er mikilvægt að þessi hlúð að líffræðilegri fjölbreytni í Reykjavík þar sem hún er grundvöllur heilbrigðra vistkerfa í borginni og þannig umhverfisgæða sem er okkur öllum svo nauðsynleg. Það er að finna mörg svæði hérna víða dreifum borgina eða í öðrum hennar þar sem að líffræðilega fjölbreytni og vistkerfi er að finna og er það nærtækasta dæmið bara hérna Reykjavíkurtjörn en þar dvelja að jafnaði 10 andfuglategundir. Nú eða bara Öskilhöfuna þar sem að dvelja auðnutillingar, skógarþrestir og svartþrestir ásamt töluvert fjölda af hálfvilltum kanínum eins og fram kemur í stefnunni. Líffræðileg fjölbreytni hefur margvísleg áhrif á líf okkar og má nefna sem dæmi að aðgengi að náttúru eykur lýðheilsu og veitir ýmis tækifæri á verðmætasköpun, svo sem í ferðaþjónustu og útivist. Heilbrigð vistkerfi auka umhverfisgæði, svo sem loft- og vatnsgæði ásamt því að verja gegn flóðum, ásamt ýmsum öðrum þáttum sem að bæði hafa komið fram í máli borgarfulltrúa hér áðan og í umfjöllun borgarfulltrúa loftslagsmál á undangengnum fundum. En líffræðileg fjölbreytni hefur átt undir högg að sækja eins og öll vitum og ekki síst af völdum mannsins og með ágangi hans á náttúru og eyðingu búsvæða eða útdauða ákveðna tegunda jafnvel. Borgir geta haft mikil áhrif á líffræðilega fjölbreytni eins og fram kemur í stefnunni bæði jákvæð og neikvæð. Jákvæð til dæmis með aðgerðum til viðhalds og verndar lífríkisins sem og sem frumkvöðlar í stefnumótun eins og hér á við þar sem að Reykjavík er fyrsta höfuðborg Norðurlandana sem mótar sér sérstaka stefnu í þessum málaflokki. Og því ber að fagna og ég heldur sem öll sammála það, en að sjálfsögðu geta neikvæð áhrif borga líka, gætir neikvæðra áhrif að borga líka og á það við eins og mengun og eyðingu búsvæða og þess vegna er mikilvægt að við grípum til þess að mótvægisaðgerða til þess að sporna við slíkum áhrifum. Og Ísland er þáttakandi í alþjóðlegum samningi Sameinuðu þjóðanna og líffræðilega fjölbreytni og því hefur gengist undir viðamiklar skuldbindingar varða sjálfbæra nýtingu á lífríki, verndun og viðhald. Markmiðin 6 sem sett eru fram í stefnunni eru bara mjög verðug og skýr og skiptir samstarf við fagaðilega stofnanir, hagsmunasamtök og ýmis áhugamannasamtök náttúru og umhverfismál. Þetta snertir okkur öll og það er þess vegna hagur okkar allra sem flestir koma að verkefninu. Ég tel mikilvægt og flestir eru sammála því að hún sé vel kynnt og verði sýnileg og vil taka undir það sem kom fram í máli borgarfulltrúa Júlíus Vífils Ingvarssonar hér áðan og einnig Magnúsar Már Guðmundssonar að það væri þarft og áhugavert að fá fleiri sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu að málinu
til þess að mynda svona heildræna stefnu. Takk. Greta Björg Egilsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og þá hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs og er komið að afgreiðslu. Já, háttvirtur borgarstjóri hefur hvatt sér hljóðs. Forseti ágæta borgarstjórn, ég get ekki látið hjá líða að kveða með hljóðs og fyrst og fremst til þess að taka undir með þeim sem hér hafa talað og færa umhverfis- og skipulagssviðið þakkir og sérstaklega Snorra Sigurðssyni, líffræðingi og fjölfræðingi sem að er eins og framkom við umfjöllun borgarráðs beinlínis hvatamar að þessu en ég held að verða að undirstrika hversu mikið brautriðandi verkefni þetta er. Það er ekki bara að þetta sé fyrst skipti sem að slík stefna líffræðilega fjölbreytni er mörkuð í sveitarfélagi á Íslandi, heldur erum við fyrsta höfuðborg Norðurlanda sem mörkum okkur stefna þessu tagi og þar er nokkuð langt til jafna vegna þess að það eru þetta mjög framsæknar á sviði náttúruverndar og umhverfismála. Þannig að við getum verið stolt af þessu, svo eru þetta komin drög að aðgerðaáætlun sem við höldum áfram að vinna og það hvernig stefna nýtist mun að miklu leyti ráðast af því hvernig okkur tekst að halda á aðgerðaáætluninni og þeim verkefnum sem að þessu leiða en það er gríðarlega traustur grunnur sem þannig lagður. Þannig að ég styð það eindregið að stefnan verði samþykkt. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu og þá hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs og væri ágætt að fá borgarfulltrúi í salinn. Þeir eru komið hér, við göngum þá til atkvæða stefnu Reykjavíkurborgar líffræðilega fjölbreytni, þau sem samþykkja hana gefi merki. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá